En næst langar mig að kynna Þráin Hafsteinsson, MSc í Íþróttavísindum og heilsufræði og Þráin starfandi verkefnastjóri í frístunda- og félagsauðs á þjónustumiðstöð Breiðholts og stjórnandi tilraunaverkefnisins Frístundir í Breiðholti og Þráin ætlar að segja okkur frá því. Gjörðu svo vel, Þráin. Sælveriði, ráðstefnustjóri og ágætu tilheyrendur. Takk fyrir að fá tækifæri til að segja ykkur frá þessu verkefni sem við erum búin að vera að koma af stað í vetur í Breiðholtinu í COVID ástandinu. En það heitir sem sagt Frístundir í Breiðholti og ég ætla að segja ykkur frá þessu, hvernig þetta út á hvað þetta gengur. Og það sem sagt tilraunaverkefni til 3 ára sem var samþykkt í lok ágúst hjá Reykjavíkurborg og markmiðin eru að auka þátttökuhlutfall barna í íþrótta- og frístundastarfi í Breiðholti til jafns við meðaltal í Reykjavík. Við erum með lægri þátttöku í Breiðholtinu heldur en í öðrum hverfum og við viljum breyta því og gefa fleiri börnum og úlingum tækifæri í íþróttum og frístundum. Síðan viljum við auka nýtingu frístundakortsins í Breiðholtinu til jafns við meðaltal í Reykjavík og þar jafnvel enn meiri munur og það liggur þessi munur liggur bæði í því að börn af erlendum uppruna þau stunda síður íþróttir eða frístundir og þau sem eru frá heimilum þar sem eru svona efnalítil heimili þau stunda íþróttir og frístundir síður. Og þó að ráðherrann hafi sagt að Reykjanesbærinn skæri sig úr yfir landið í þessari þátttöku eða þátttökuleysi þá Breiðholtið líklegast á svipuðum slóðum með þátttökuna og Reykjanesbærinn. Síðan það að við viljum nýta íþróttir og frístundir til að auðvelda félagslega þátttöku, íslensku notkun og samfélagslega virkni barna með mismunandi bakgrunn. Við viljum sem sagt markvisst nýta þessi tækifæri sem felst í íþrótta- og frístundaþátttökunni til þess að gera börnum af erlendum uppruna sem dæmi kleift að verða þátttakendur í íslensku samfélagi. Bakgrunnur þessa verkefnis, þetta byggir á reynslu og rannsóknum sem gerðar hafa verið í Breiðholtinu, hérlendis og erlendis á undanförnum árum. Það búið að reyna ýmislegt í Breiðholtinu og við söfnuðum saman því sem okkur fannst verðmætast og best inn í þetta verkefni og svo höfum við leitað hófana annars staðar á landinu og erlendis til að setja þetta verkefni saman. Verkefnið var valið sem 3 áhersluverkefna nýrra lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar sem verður kynnt á næstu mánuðum. Og þetta var samþykkt í borgarráði 27. ágúst síðastliðinn og umsjón framkvæmdarinnar fyrir hönd borgarinnar hjá þjónustumiðstöð Breiðholts. Og það eru 9 megin aðgerðir sem við tókum út úr og höfum verið að kynna í þessu verkefni og það í fyrsta lagi það styrking verkefna fyrir leikskólaaldurinn og það sem dæmi íþróttaverkefni leikskólana sem í gangi núna og þar eru allir krakkarnir í elsta árgangnum í leikskólanum og þau fá 1 íþróttatíma í viku á vegum Íþróttafélags Reykjavíkur sem dæmi. Síðan eru íþróttaskólarnir, þessi típisku og það eru alls konar verkefni á vegum dansskóla og tónlistarskóla. Síðan það aðgerð 2, það frístundakortið nægir til sem sagt allt íþrótta- og frístundastarf í Breiðholti fyrir börn í 1. og 2. bekk verði í boði haust og vorund gegn frístundakortsframlagi borgarinnar sem 50.000 og síðan kemur auka framlag upp á 30.000 til þessara barna í 1. og 2. bekk og hugmyndin hér að geta fangað þessi börn leið og komið upp í grunnskólan. Þau eru búin að vera í elsta árganginum í leikskólanum þar sem allir eru í íþróttum og síðan kemur upp í 1. og 2. bekk og þá myndum við reyna að ná þeim inn til þess að byrja strax í íþrótta- og frístundastarfi og það verið að ýta undir það með þessu framlagi borgarinnar. Og eins aðgerð númer 3 og það að þessi krakkar geti borgað 1 gjald og fært sig á milli
íþrótta og frístunda kosta og meðan þau eru að finna eitthvað sem að þau myndu hafa sérstakan áhuga á að stunda til framtíðar. Þetta hefur verið svolítið skortur á þessu vegna þess að þátttökugjöldin hafa verið frekar há og foreldrarnir hafa átt í erfiðleikum með að borga fyrir marga kosti, en þannig erum við að gera þetta vonandi mögulegt. Og þetta er komið í gang. Síðan er það liður 4 og 5 og það er frístundarúta, gjaldfrí, með leiðsögumanni þjónustu börnin á tímabilinu 14 til 16 eins og er. Það er stefnt að því að það verði 3 tíma slott sem að verður hægt að taka rútuna til þess að ferðast á milli skóla, íþróttaæfinga, frístunda og heimilis. Þetta virkar þannig að krakkarnir á þessum aldri þau fara beint úr frístundaheimilinu í rútuna með leiðsögumannum og á æfingu eða í tónlistina eða dansina eða hvað það nú er og leiðsögumaður hann hjálpar þeim að fara út á réttum stað og svo framvegis. Og svo er það að allir íþrótta- og frístundatímarnir fyrir börn í 1. og 2. bekk verði á tímabilinu 14 til 17. Að þetta séu þeir tímar sem eru fremstir í dagskrá íþrótta- og frístunda aðilana. Þessir liðir báðir eru á góðum rekspöl nú þegar. Svo er það kynningamálin og það er það sem við leggjum hvað mest áherslu á í þessu verkefni. Og það er kynning á íþrótta- og frístundastarfi er sameiginlegt verkefni. Þetta er sameiginlegt verkefni. Þjónustumiðstöðvar, leikskólana, grunnskólana, íþrótta- og frístundaaðilana í náinni samvinnu við samtök íbúa erlendum uppruna og foreldrafélög grunnskólana. Það eru allir sem að vinna með börnum og úlingum, þeir taka þátt í þessari kynningu. Að koma upplýsingum íþrótta- og frístundastarfið á framfæri og það er mjög mikils virði að það samkomulag og samvinna hafi síðan nást. Og kynningin er með þrennum hætti. Í fyrsta lagi þá er það í gegnum grunnskólana og leikskólana, það er komið lengra í grunnskólana hjá okkur og þá er það þannig að við sendum upplýsingar í grunnskólana allt íþrótta- og frístundastarfi sem er í boði í hverfinu. Skólastjórarnir, þeir fá sitt fólk, kennarana, til að kynna þetta fyrir börnunum og kennararnir, þeir finna börnin sem eru óvirk. Og síðan kemur til íþrótta- og frístundatengill og þegar einhver kennari í 3. bekk er búinn að finna út hér eru 2 krakkar sem eru ekki að gera neitt en þau langar að fara í skátana. Þá er haft samband í íþrótta- og frístundatengilinn, hann tekur við keflinu á kennaranum, aflar samþykkis foreldrarna fyrir því að hjálpa barninu við að komast í skátana, fylgir þeim á fyrstu skiptin sem þau mæta og undirbýr komið þeirra til skátafélagsins. Þannig á þetta að virka. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að grunnskólarnir skuli hafa gengið í lið með okkur með að taka á sig þessa ábyrgð. Síðan er það liður 2 í kynningunni og það er í gegnum íbúa af erlendum uppruna. Og þá erum við búin að koma okkur upp við köllum það ambassadorakerfi. Við fáum tengilið úr menningarhópunum á erlendum uppruna til þess að hjálpa okkur við að koma á framfæri upplýsingum inn í viðkomandi hópa á viðkomandi tungumálum. Og þannig erum við að fara nýja leið sem þessar 2 leiðir, grunnskólinn og ambassadorakerfið, við vonumst til að það verði til þess að við náum til miklu fleiri barna heldur en við hefðum getað náð með hefðbundinni kynningu sem við erum náttúrulega líka með, sem er 3. leiðurinn. Það er bæklingar og auglýsingar, tilkynningar í fjölmiðlum og netmiðlum og svo framvegis á mörgum tungumálum. En megin áherslan og megin breytingin í kynningamálunum er þetta að kennararnir leita upp í krakkana sem er óvirk, tengja krakkana við íþrótta- og frístundatengilinn sem tekur þau svo áfram og svo ambassadorakerfið. Síðan er það 7. aðgerðin, það er íslensku notkun, félagsleg þátttaka og samfélagsleg virkni.
Við leggjum sérstaklega áherslu á að sem sagt, innan íþrótta og frístunda aðilana fari fram markviss örvun í íslensku notkun og félagslegum tengslum. Það sé sérstaklega unnið í því að nota íslensku í íþróttunum og skátunum og tónlistinni og það sem þarf að útskýra eitthvað, og að þjálfararnir og leiðbeinarnir þeir vinni í því sérstaklega að tengja krakkana saman félagslega. Það sé ekki bara tilviljunum háð. Og áfram með þennan lið, við höldum sem sagt menningar næmisnámskeið svokölluð fyrir kennara, leiðbeinendur og þjálfara til að efla skilning þeirra á mikilvægi þess að taka tillit til mismunandi bakgrunns barnanna. Og það eru nú þegar í vetur búin að fara 50 þjálfarar á svona námskeið í Breiðholtinu og sem sagt mikil ánægja með þetta meðal þeirra sem hafa tekið þessi námskeið. Sérstök áhersla á hvernig á að efla félagslega virkni, hvernig hægt að ýta undir íslensku notkun í íþrótta- og frístundastarfinu. Svo það styrktarsjóðurinn. Með þessu verkefni fylgir sjóður sem sagt sérstakur styrktarsjóður sem er til stuðningsefna minni foreldrum þátttakenda til að standa straum að auka kostnaði svo sem vegna þáttöku í viðburðum, kaupa eða leigu á búnaði. Þið vitið það öll sem hafi eitthvað starfað í kringum íþróttir og frístundir að það er oft litlir peningar til að borga fyrir keppnisferði eða tónleikaferði eða leigja fiðlu eða hvað nú er, og hér er sjóður sem hjálpar þeim efnaminnstu í þeim efnum. Og þegar verið útluta fyrir nokkrar umsóknir. Og svo það 9. aðgerðin, það er víðtæk samvinna. Þjónustumiðstöð Breiðholts, leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöð, íþrótta- og frístundaaðilar og foreldrar vinna markvisst að því að auðvelda íþrótta- og frístundaþátttöku allra barna í Breiðholti, óháð bakgrunni og efnahag. Við erum að fara sömu leið og var gert hér rétt fyrir síðustu aldamót í sambandi við forvarnirnar. Að fá alla aðila sem að vinna með börnum og unglingum til að senda sömu skilaboðin úr öllum áttum, fara eftir sömu reglunum og efla þau í íþrótta- og frístundaþátttökunni. Og þessir aðilar hafa allir tekið mjög jákvætt í að starfa að þessu í sameiningu, og ég held að ég vil teka sérstaklega fram að til dæmis grunnskólarnir og leikskólarnir í Breiðholti þeir eru alveg sérstaklega áhugasamir samvinnu hvað þetta varðar allt saman. Síðan þurfum við náttúrulega að vita hvort þetta gefur árangur, og við erum að ganga frá samkomulagi við Menntavísindasvið við Háskóla Íslands rannsóknir og mat á framgangi verkefnisins, og þá verður tekin upphafsstaða, það verður tekin staða á miðju tímabili og svo loka staða 2023 og aðrar rannsóknir gerðar í tengslum við þetta verkefni sem ég ætla ekki að fara nánar út í hér. En við væntum mikils af þessu. Við teljum okkur vera á góðum stað með íþrótta- og félagsstarfið í Breiðholti, en við erum þó með þátttökuna prósentulega neðar heldur en í öðrum hverfum. Viljum komast upp í það að vera allavega jafningjar annarra hverfa í Breiðholti, en það er ekki þannig að þetta sé ykkur stór vandamál. Við viljum bara verða ennþá betri en við erum nú þegar. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Spurningar? Það er mikrofónn á leiðinni, Árún. Margvíslegt starf, og svo ertu með Leikni sem að býður að því ég best veit núna bara upp á fótbolta, og krakkarnir, það var allavega þannig ekki að fara mikið á milli. Sjáu þið mun á efra Breiðholtinu og neðra Breiðholtinu bara út af framboði rauninni, að því fótbolti hafa það kannski ekki alveg til alla, þá er ég bara pæli í íþróttunum, ekki tómstundunum sérstaklega. Já, ég skilji. Þarf að endurtaka þessa Já. Sko varðandi IR og Leikni, þá er IR
hverfis íþróttafélagi fyrir allt Breiðholtið. En það er samkomulag á milli félagana það að ÍR býður ekki upp á knattspyrnu í 111 hverfinu, efra hverfinu. Og það er minni þáttaka í efra hverfinu heldur en í Seljakverfinu. Það liggur fyrir og það er líka þannig að það liggur fyrir að þáttaka barna af erlendum uppruna, hún er mun lægri prósentulega heldur en þeirra sem eiga foreldrar sem tala íslensku eða eru fæddir Íslendingar. Það er oft verið talað að þetta að vera með 2 íþróttafélög í hverfinu sé hamlandi einhver leyti. Ég ætla ekki að fullir það og það er engar rannsóknir sem að sýna beint fram á það. En það er oft talað að það veri einfaldara að þetta væri á einni hendi. Spurning? Já. Komið sæl, ég heiti Auður. Þakka fyrir fyrirlesturinn frá. Mér finnst svo frábært. Geturðu gefið okkur einhverju töfralaust hvernig náðuð þið öllum þessum aðilum saman á borðinu? Mér finnst það svo frábært að heyra það og ég held að það muni skila árangri hjá ykkur í þessu frábæra verkefni. Þannig að geturðu gefið okkur hinum ráð? Hvernig nærðu öllum á borðinu? Sko, eitt af því sem að hefði mikil áhrif var að við störtum verkefni fyrir nokkrum árum sem ég töff verkefni og þar var erlendur aðili sem að fór með okkur í alla grunnskólana og hann var mjög sannfærandi og á þá lund að það mætti sem sagt auðvelda börnum og úlingum að verða meiri þáttakendur í samfélaginu í gegnum íþróttir og frístundir. Og bara þessi umferð á starfsfólk grunnskólana held ég að hafi auðveldað okkur að byrja þetta verkefni, bara sem dæmi. Þetta tekur tíma að fólk fái trú á að það sé gott að vinna saman og að það geti átt hlut í einhverju, að skólinn geti átt hlut í því að efla íþróttir og frístundir sem dæmi. Við þurfum stundum einhvern frá útlöndum til að segja okkur hlutina og ég held að þetta hafi haft til dæmis mjög jákvæð áhrif og mér finnst þegar ég að fara á kennarafundina núna vera miklu jákvæðara viðhorf og bara frábært að fara og hitta fólki í skólunum núna og hvað það er tilbúið í þetta verkefni og hefur trú á að við getum gert þetta saman. Hefur verið beðin að kynna þetta fyrir öðrum hverfum í Reykjavík eða annars staðar? Nei, ekki ennþá. En það eru kannski ástæði fyrir því að þetta hefur verið að rúlla af stað hver aðgerðin á annar í vetur aðeins hægar heldur en við reiknuðum með og það er fyrst núna sem að við erum komið með allar 9 aðgerðinar í gang. Það er bara út af COVID ástandinu en þetta er náttúrulega tilraunaverkefni í Breiðholtinu sem á síðan að nota sem fyrirmynd ef þetta tekst vel fyrir önnur hverfi. En varðandi það sem Auður spurði langar mig aðeins að koma inn á að sko ég held að þetta tekur bara tíma að vinna þetta traust á milli stofnana og frjálsra félagasamtaka til dæmis. Bara sem dæmi þá tóku Íringar við rekstri íþrótta húsa árið 2011 fyrir borgina. Og þá voru ekki margir sem hefðu trú á því íþróttafélag geti ráði við það en nú er það búið að sanna sig og það er alls konar verkefni sem hefur unnið saman, smærri í sliðum heldur en þetta, sem hefur sannfært okkur að fólki í stofnunum og íþróttafélagunum og dansskólunum og tónlistarskólunum, það hefur sannfært okkur að við getum gert þetta saman. Við erum öll í sama liðinu í rauninni þegar við erum búin að móla niður þessar veggir sem eru á milli okkar. Og það hefur bara tekið nokkur ár og er að mér finnst á frábærum stað í Breiðholtinu núna. Ein spurning að lokum frá mér. Finnst þið alveg með henni?
fyrsta skipti sem ég heyri á starfsheitið frístundatengill. Já. Og mér finnst það hljóma gríðarlega áhugavert. Hvaða aðilar sem eru í þessum verkefnum og hvernig svona, hvar sækir maður bara? Og það í einu skólanum þetta námsráðgjafinn sem að sér þetta. En í hinum 4 réðum við mann í hlutastarf sem að hefur mjög góða innsýn inn í allt íþrótta- og frístundastarf, mikla reynslu og þekkingu og hefur starfað að hluta til á þessu sviði í að tengja krakka inn í íþróttir og frístundir áður. En þetta alveg rétt að þetta er kannski nýtt starfsheiti eða hlutverk sem hefur ekki verið kannski mikið nýtt áður. Ég upplifi eins og þú veist að lýsa að fá að fylgja kannski krökkum í eitthvað sem langar að prófa og upplifa í fyrsta skipti eða getur verið. Já, eins og þið sjálfsagt öll hafið upplifað, þá erfiðast að taka fyrsta skrefið inn á æfinguna eða í tónlistaskólan eða hvaða nú maður man eftir í sjálfur. Og ef maður hefur nú einhvern við hliðin á sér svona sem stuðningsmann, þá held ég að það muni hjálpa verulega til og sumir þurfa meiri stuðning en aðrir og við erum alveg viðbúin því að geta þurfa að styðja við einhverja svo vikum skiptir eða jafnvel mánuðum skiptir í þessu. Takk fyrir. Frábært, takk fyrir.